Fyrir 10 árum var krónan veik og 1 evra kostaði 164 krónur. Krónan styrktist verulega og var sterkust 2017 þegar aðeins þurfti að greiða 110 krónur fyrir evruna. Síðan þá hefur krónan sveiflast og veikst. Veikingin hefur verið töluverð frá því í lok ágúst. Þó svo að fyrirtæki starfi í erlendri mynt eru þau flest með einhvern rekstur á Íslandi. Þeir þurfa að borga skatta á Íslandi, leigu og laun og mæta öðrum kostnaði. Þau búa ekki alveg sama veruleika og íslensku heimilin. Það er að segja, þau geta tekið lán í erlendri mynt, þau geta búa við gjaldmiðil sem er miklu stöðugri heldur en íslenska krónan. Þau eru að flýja í skjól frá þessum sveiflum sem íslenska krónan hefur verið valdandi á undanförnum árum og áratugum. Að sumu leyti má segja að þessi fyrirtæki séu í öðru hagkerfi en þau sem þurfa að nota krónuna. Ég hef stundu líkt þessu við, krónan er svona eins og korktappi í sjónum, og svo er aðri gjaldmiðill svona eins og flugmáðaskip, Að þau sigla, jú, það eru sveiflur og allt það, en þær eru svona, en íslenska krónan er alveg svona,